Komiði sæl, við höldum áfram í þessum þætti að fá til okkar góða gesti sem flestir eiga það sammerkt að hafa sinnt ýmsum trúnaðarstörfum innan Sjálfstæðisflokksins og hafa þannig lagt sitt af mörkum við að móta 95 ára sögu flokksins og leið 80 ára sögu lýðveldis. Við ræðum við þessa gesti þeirra störf og feril í stjórnmálastarfi og viljum með því segja þessa samofnu sögu. Ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson og gestur minn að þessu sinni Árni M. Mathiesen, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra og fjármálaráðherra. Vertu velkominn. Takk fyrir. Það er ótt að segja að þú eigi langa sögu og farsæla að baki í stjórnmálum. Þú tekur sæti á Alþingi 91 og situr þar samfellt í 18 ár til 2009. Og áður má segja að þú hafi tekið þátt í grasrótarstarfi. Þú ert formaður stefnisfélags ungra sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, þínum heimabæ 86 til 88 og varaformaður sambands ungra sjálfstæðismanna 85 til 87. Segð okkur aðeins frá svona þessum árum þarna á 9. áratugnum þegar þú ert að vinna innan sambands ungra sjálfstæðismanna. Það var bara óskaplega skemmtilegt og það var mikið í gangi og það er hægt að segja það að hugmyndafræðilega starfið hafi snúist frelsið og frjálshyggjuna. Hún var að vinna hér lönd á þessum tíma og við vorum að sjá fyrstu hlutina gerast í þessari svona opnun í þjóðfélaginu til frelsis og í samkeppni. Ég man eftir því að þegar ég kom heim frá námi í Skotlandi þá sagði ég að þrennt þyrfti að gerast til þess að það væri bara yfirleitt hægt að búa hérna. Það þyrfti að leyfa hundahald og ég var náttúrulega þá í dýralækningum og það þyrfti að leyfa frjálst útvarp og dýralæknar eru mikið í bílnum þannig að maður þyrfti að hafa einhverjar stöðvar til þess að geta hlustað á og svo þyrfti að leyfa bjórinn og þetta gerðist allt saman á þessum tíma. Bara eiginlega undra skjótt eftir að ég hafi sagt þetta. En stóru málin í þessu voru síðan sjávarútvegurinn og kvótakerfið, innleiðing þess og þróun þess á þessum tíma því að það kom ekki stökk ekki fullskapað úr höfði Seifs eins og Aþena og það þurfti að þróast. Það var líka mjög mikil umræða landbúnaðarmálin og svo voru það verðlagsmálin því að hérna voru allir hlutir í höftum. Það var spurningin vaxtafrelsi, það var spurningin það hvort að það væri hægt að eiga samkeppnisviðskipti með gjaldeyri og svo var spurningin það hvort að Íslendingar mættu nota kreditkort. Og þetta voru ákvarðanir sem voru teknar á þessu tímabili og síðan voru líka þeir hlutir að gerast í sjávarútveginum að það var verið að setja á fót fiskmarkaði sem ekki höfðu verið og svo var hlutabréfamarkaðurinn að fara á stað. Og þannig að í þessu samhengi þá voru miklu hlutir að gerast og þeir halda síðan áfram eftir 91 þegar að ríkisstjórn Davíðs tekur við og það er svona samhengi þarna á milli og þá fara stóru hlutinir að gerast. En þetta byrjaði þessum tíma og það var mikil gerjun í þessu og ungi sjálfstæðismenn voru mjög virkir í þessu og eitt af svona stóru baráttumálunum sem var eitt af því sem ég nefndi á hann útvarpið skipti gríðarlega miklu máli og það kom meðal annars fram í verkfalli opinberra starfsmanna hvað það skipti miklu máli að geta útvarpað. Ég held að það hafi verið svolítið upplýsandi fyrir þjóðina. Þú, eins og við komum fram, þú tekur sæti á þingi 91 og þetta er alveg rétt, sko, það á náttúrulega kvótakerfið í landbúnaði verður svolítið til þarna á 9. áratugnum eftir mikla erfiðleika. Útgerðirnar voru nú margar hverjar stóðu ansi illa og síðan er komið á þessu kvótakerfi sem síðan hefur þróast til dagsins í dag
og þú auðvitað fékkst tækifæri í þinginu til að vinna mjög að þessum málum. Þú situr þarna fyrstu árin í samgöngunefnd og umhverfisnefnd en landbúnaðarnefnd líka í 8 ár og síðan verður sjávarútvegsráðherra. Ég gleymi náttúrulega aðal nefndinni, sem fjárlaganefndin. Fjárlaganefndinni, akkúrat. Ég líka í henni. Sast þar í fjölmörg ár og hefur það náttúrulega áhrif á alla þessa málaflokka. Já. Svona ef þú rifjar upp þessi, við segjum bara fyrstu 8 árin, svona fram að því að þú verður sjávarútvegsráðherra 99, sko, hver eru svona stóru málin á vettvangi þingsins og svona í þessum nefndum sem að þú sast í? Já, og þetta var erfitt tímabil og framan að þessu tímabili að þá var raunverulega samdráttur og það þurfti að halda ansi vel á spöðunum til þess að hlutinni færi ekki á verri veg og það var gert. En stóra málið þarna eru þetta EES-samningurinn og hann skiptir sköpum í því hvernig að mál síðan þróast hérna hjá okkur. Því hann styttir okkur svo óskaplega mikið leið. Það er ekki hægt að segja að það hafi verið andstæða við þá hluti sem þar voru að gerast, en ég held bara að við hefðum bara ekki gert þá eins hratt og við annars gerðum. Þannig gríðalegur hiti í þinginu út af því máli og mörg stór orð látin falla? Jú, það var það. En ég held að svona miða við það að þá hefur nú verið svona tiltölulega góður friður þessi mál. Mér finnst ekki slæmt að það sé rætt þetta og að það sé að hlutir sem að þar eru að gerast að þeir séu gagnrýndir. Þegar við þurfum alltaf að vera á varðbergi og megum ekki falla svona óvart í einhverjar gryfjur. En við þurfum líka að passa okkur á því að við þurfum að fylgja þeirri þróun sem eiga sér stað alþjóðlega. Við þurfum ekki endilega að gera allt eins og allir aðrir. En það eru ákveðnir hlutir sem við þurfum að fylgja og við fáum möguleika til þess með þessu samstarfi. En það auðvitað gerir það að verkum að þróunin í Evrópu og kosningarnar síðustu helgi geta skipt okkur miklu máli. Það gætu orðið núna bara á næstu vikum ákveðin svona vatnaskil í stefnunni hjá Evrópusambandinu. Það var mikil sveifla 2019 þegar að svona vinstri græn element unnu stóran sigur. En núna er það aftur á hægri vægnum þar sem að sigurinn liggur, alveg frá EPP, þar sem eru þeir sem alla jafnan er á svipuðum skoðunum og við hérna. Okkar systurflokkagrúpa. Já, og þaðan til hægri að það hjálpar EPP í samstarfi við hinna svona miðlægu flokkana. Það hjálpar þeim í því samhengi og þessi flokkar hafa almennt stefnu sem að ég held að hjálpi okkur í okkar samskiptum við Evrópusambandið. Ef við horfum svona kannski út frá sjálfstæðistefnunni bara heilt yfir bara á þessi ár, þessi 2 kjörtímabil þín á þingi, svona út frá árangri, við erum búin að koma inn á efnahagsmálinu og annað, hvað er svona sem stendur upp úr þar á þessum fyrstu ríkisstjórn okkar og Alþýðuflokks og síðan á fyrstu ríkisstjórn? Það var náttúrulega að koma okkur út úr þessu kreppa ástandi sem þarna var og koma okkur inn í alþjóðavæðinguna og koma meira frelsi og meiri samkeppni í okkar efnahagslífi hérna innanlands og ég held að það hafi skilað okkur gríðarlega miklu og ég held reyndar að það sé ennþá að skila okkur því að pólitískar breytingar, áhrifin geta tekið dálítið langan tíma að svona síast út og við séum ekki ennþá búin að
hvað maður að segja, að ná inn öllum heyjum sem að fylgja því frjálsræði sem við byggum þarna til. Auðvitað hafa komið upp vandamál og bankahrunið er auðvitað það stærsta og erfiðasta, gríðarlega erfitt. En ef við ætlum að vera opin fyrir svona alþjóðavæðingunni og alheimssamfélaginu, að þá verðum við líka að vera tilbúin til að taka við þeim svona skellum sem að því eru samfara, og þarna var auðvitað stór skellur og að mörguleyti voru við vel undir það búin þó hann hafi komið skyndilega og engin raunverulega séðan fyrir. Nei, það var auðvitað eitthvað sem var mikið erfitt að takast á við trúi. Við komum aðeins síðar að því, en þú ert skipað sjávarútvegsráðherra 99 og ert sjávarútvegsráðherra í 6 ár og það er stórt ráðuneyti og var náttúrulega alltaf skipað mikinn sess í íslensku stjórnmálum. Hvernig var að koma inn í þann málaflokk og svona hver voru stærstu málin á þessum árum? Já, stærstu málin á þessum árum voru náttúrulega klárlega afmatið á þorskstofnum sem að tók okkur það tók okkur 2 ár að koma afmatinu í gegn og koma okkur á svona nokkuð veginn rétta tölu. Það er aldrei til einn rétt tala þegar þú ert að mæla náttúruna þannig, en það tók okkur 2 ár að komast á nokkuð veginn rétt ról og byrja síðan aftur og komast í þá svona stöðu sem við höfum verið í undanfarin ár á nokkuð svona stöðugan þorskafla. Og það var mjög erfitt og tók á, sérstaklega hvað varðaði aflaregluna, og það þurfti að breyta henni til þess að hún gæti dempað svona breytingar, ef þetta er að tala um breytingar eða svona óvissu þætti í tölunum, og síðan var henni breyta ennþá meira seinna í tíð Einars K. þegar að hlutinni voru í svona góðu gengi og var gott fyrir okkur að geta við höfum aðstæðu til þess að breyta. Síðan er það varðandi löggjöfina, að þá eru það 2 þættir sérstaklega sem að skipta máli, og það er annars vegar það að koma smábátunum inn í kvótakerfi og því að það að vera með smábátana alla fyrir utan kvótakerfi, það skapaði svona óstöðuleika og óvissu og hefur örugglega haft sitt að segja í afmatinu. Og það tókst, og á tímabili þá voru allir smábátarnir í kvótakerfi. Því miður að þá var síðan búið til dagakerfið, Jón Bjarnason til dagakerfið, og við heyrum ekki neitt annað í fréttum sjávarútveg núna á sumrin, annað heldur en hróp og köll dagabátana yfir því að þeir vilji fá að veiða meira, heldur en að þeim var upphaflega úthlutað. Og stundum er orðið við því og stundum ekki, en það vita það allir að þeir eru að veiða meira heldur en að þeim var ætlað og eru þá bara hreinlega að taka frá öðrum. En þetta tókst og ég held að það hefði skipt miklu máli, og þeir eru svona nánast með hreint kvótakerfi með þessari einu undantekningu. En hreinlega stærsta málið á þessum tíma var síðan veiðigjaldið. Að það var tekið upp, og ég held að það sé alveg hægt að segja það að hinn pólitíska ákvörðun veiðigjaldið hafi verið tekin á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Og mér minnir það að þetta hafi verið svo stór ákvörðun að það hafi verið birt mynda mér á forsíðu Morgunblaðsins í ræðustóli á landsfundi þegar ákvörðun hafi verið tekin. Mér minnir þetta, hann getur vel verið þetta sér
minni gamals mann sem farið að bregða. Var það ekki stór liður í því að skapa ákveðna sátt kerfið? Jú, og ég held að það sé hægt að segja að með undantekningunni dagakerfið og ákveðna breytingar sem hafa verið á því að hækka og lækka veiðigjaldi, að þá hafi ekki orðið neina stóra breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu síðan þannig þegar þessar breytingar urðu. Alltaf einhver aðeins gagnrýni á kerfið en sko væri íslensku sjávarútvegur staðsettur þar sem hann í dag, eini sjávarútvegurinn á norðurhveli jarðar sem að rauninni skilar meiri tekjum til ríkissjóðs viðkomandi lands en að fara úr því. Við erum í rauninni eina fullkomlega sjálfbæra kerfið. Þetta er ekkert hægt með öðrum leiðum. Nei, alveg örugglega ekki. Og það sem að meira er að sjávarútvegurinn hjá okkur, hann býr við þannig sveigjanleika að hann getur þróast og hann hefur bætt sig. Hann er að skila okkur meiru í dag heldur en hann gerði áður. Við erum að fá meira út úr aflanum sem við löndum. Mikil nýsköpun? Já, mikil nýsköpun og það er jafnvel orðið svona vafamál hvort að verðmætustu fyrirtækin í sjávarútveginum, hvort að þau séu ekki í nýsköpuninni, ekki í hefðbundnum veiðum og vinslu. Ég man eftir því þegar ég var í atvinnuvegaráðuneytinu aðstoðarmaður ráðherra þarna 2013-17 og þá var manni sagt að það væri innyflinn úr þorskinum væri farin að skila meiru en þorskflökin eða hnakkarnir, sem er alveg stór merkilegt og mikil árangur. Já, það er það. En ef við förum svona aðeins áfram og 2005 þá tekur við fjármálaráðuneytinu af Geir H. Haarde. Hvernig er að koma svona úr sjávarútvegsmálunum svona afmörkuðum málaflokki atvinnumálum yfir í bara fjármál ríkisins? Já, það náttúrulega kemur maður úr því að afla peningana í það að eyða peningana og maður þarf svona aðeins að breyta hugafarinu, en maður má ekki breyta í of mikið því að í fjármálaráðuneytinu þá verður mann að muna það að það er sviti og tár á bakvið peningana sem að koma úr skattheimtunni og nota því í útgjöldin og það þarf að fara vel með þá fjármuni. Það voru mikil átök innan ríkisstjórnarinnar útgjalda þókstreitunum, maður er nú að því hver einust ríkisstjórnar að það viljum allir fá sitt. Jú, það er það náttúrulega, en það er nú engin þannig átök að það hefur verið einhver sár á eftir. En hver voru svona, af því að þetta er á þeim tíma að Ísland er bara á gríðarlegri svona sveiflu bara til bóta í efnahagskerfinu og skuldir ríkissjóðs niðurleið og mikil uppsveifla. Svona maður horfir á árangur og stærstu málin á þessum tíma þegar þú ert þarna komin í fjármálaráðuneytið og svona fram að 2007. Já, þá hlýtur maður auðvitað að telja það að á þessum tíma að þá verður ríkissjóður skuldlaus og það er auðvitað ekki staða sem að þekkist víða og það er leiðandi eitthvað fyrir okkur hérna til þess að vera ánægð með og svona sýnir okkur hvað hægt er að gera ef að viljur haldið á hlutunum. En það sem auðvitað skiptir mestu máli í samhengi við það er hvernig þetta víkur við einum almenna borgara og á þessu tíma voru við að lækka skattana og mér telst til að við höfum lækka skattana á hverju einasta ári sem að ég var fjármálaráðherra og það var fyrir einhverjum 2 árum síðan að þá var boðað til einhvers konar viðtala við alla fjármálaráðherra frá aldamótum og farið yfir svona stöðuna hjá þeim hverjum og einum og ég held að við sjálfstæðismennir hefum komið mjög vel út í þessu samhengi hvað þetta varðar og það hefur verið svona undirstrikað með þessum
þegar þeir tóku saman breytingarna sem hefur verið gerðar þessu tímabili og að það varu lækkanir hann á hverju ári. Og ég held meira að segja að í skýrslu ASÍ skattamálinu þá hefði skatthlutfallið svona litið tilbaka líka verið lægst hjá mér. En þetta voru líka svona uppgangsár og það sem að þá skiptir máli það að peningarnir sem að koma í ríkissjóð, að þeir séu notaðir til þess að lækka skuldir eða byggja upp sjóði og það gerðu við og það var svona áður en að koma bankaruninu að þá sagði nú einn velþekktur hagfræðingur í þjóðfélaginu að staða ríkissjóðs væri þannig að hann gæti komist í gegnum 3 svona venjulegar kreppur. En ég held bara að hann var ekki dottið til í hugan hvers konar kreppa var síðan framundan, sko. Nei, það var kannski ekki venjuleg kreppa. Það var ekki venjuleg kreppa og hafði mikil áhrif á alla, ekki bara hér á landi, heldur víðar. En skipti auðvitað máli að ríkissjóður stóð svona vel, sko. Það segir sér nú sjálft, held ég. Jú, það segir sér sjálft, sko. En það er bara stundum þannig í lífinu, sko, að það gerast hlutir sem eru ófyrirsjáanlegir. Svartir svanir eins og sagt er. 2007, ég man eftir því árið, þá færirðu þig, þú ert búin að vera í Reykjaneskjördæmi gamla og svo Suðvesturkjördæmi eftir kjördæmabreytinguna, en færið þig yfir í Suðurkjördæmi og vinnur þar öruggan sigur í prófkjöri, man ég. Hvernig kom til að þú færið þig yfir í Suðurkjördæmi? Já, þetta var nú svolítið erfitt. Það var náttúrulega verið að breyta kjördæma fyrirkomulaginu og fyrir breytinguna þá hafði ég seinustu kosningunum fyrir kjördæmabreytinguna þá var ég efstur í gamla Reykjaneskjördæmi sem var allt í kringu Reykjavík og alveg vestur á eða söður eins og maður segir nú hefði á Reykjanestá og Kræin var til þar sem að Reykjanesi var svona skorið frá gamla Reykjaneskjördæminu og sameinaðist gamla Suðurlandskjördæmi og í fyrstu kosningunum eftir kjördæmabreytinguna að þá var ég efstur í Kræganum og Árni Ragnar í Suðurkjördæminu og svo þegar kom að næstu kosningum þá var Árni Ragnar fallinn frá og Árni Jónsson vinur minn sem hafði verið með mér á þingi í mörg ár hann var búinn að lenda í svona ákveðnum erfiðleikum og var að koma aftur og það var svona þá ítt svolítið á mig að ég myndi færa mig og fara þá aftur í hinn hlutana gamla kjördæminu mínu og inn í þá Suðurkjördæmið og ég féllst á það og við nafnarnir kepptum og ég vann og ég verð að segja nafna mínu sem var nú mikill vinur minn að sú niðurstaða hafði aldrei nein áhrif á okkar vináttu eða samskipti. Það tók því mjög vel. Og þetta var ekki þannig að ég var eitthvað að rúlla yfir hann, jú, þetta var öruggur sigur, sko, en Árni var mjög sterkur í kjördæminu og ekki bara í Vestmannaeyjum, sko, heldur líka upp á landi og eins og Halldór Blöndal kallar það oft, sko, í jaðrinum, þar var Árni mjög sterkur og gaman að vera með hann þar sem hann þekkti næstu einasta mann. En ég man eftir því að þarna prófkjörsnóttina að þá hringdi
fulltrúi minn í talningunni í mig og sagði mér að ég var ekki að fá mikið að atkvæðum í Vestmannum. Það kannski þetta er ekki að koma manni neitt á óvart, sko. En ég var nú svona svolítið hugsi yfir þessu og veltaði fyrir mér hvernig bregst maður nú við þessu, sko. Og ég komst eiginlega þeirri niðurstöðu að það væri engin leið önnur til þess að bregðast við þessu önnur en svo að ég myndi bara gera ráð fyrir því að það hefði allir í Vestmannum kosið mér. og gera það. En Árni heitinn Johnsen fekk nú fína kosningu samt í þessu prófkjöri. Já, en þess að ég segja, hann var mjög sterkur. Já, átti eftir að sitja á þingi í mörg ár eftir þetta. Já. Blessuð sé minning hans. Já. En svona, eins og þú segir, þú varst auðvitað búin að vera þingmaður hluta á Suðurkjördæmi fyrir kjördæmabreytingu. Hvernig var svona breytingin samt að koma úr svona þessu svæði hérna í kringum höfuðborgarsvæði og þá svona ef við tökum Reykjanesi með eins og var náttúrulega búið að vera hluta kjördæmina áður og vera með kjördæmi sem nær alla leið sko austur á Hornafjörð. Og hann er ekkert rosalega mikil. Því auðvitað hafði stór hluti verið áður í kjördæminu hjá mér og ég hef alltaf verið með Kjósina og Kjalarnesið í gamla Reykjaneskjördæminu líka. Þannig ég hef alltaf verið með landsbyggð og landbúnað einhvers staðar og svo var ég nú líka búinn að vera dýralæknir á Suðurlandinu og var það svo aftur eftir að ég hætti. Og að því þú nefndir Hornafjörðinn sérstaklega, sko, að þá var ég nú eiginlega næstu því hagvanur í Hornafjörðinum út af hestamennskunni. Já, og var með hesta ættaða úr austur Skattlesýslunni á Árnanesi og þekkti mikið af fólki þar. Þannig að þetta var ekkert sem að var neitt svona þannig erfitt. Ég veit að það tekur að tíma og þú þarft að fara og eyða tíma en maður er í pólitík af því að maður hefur gaman af því að vera innan fólk og að mörgu leyti að þá er jaðarinn eins og Halldór Blöndal segir að þá er hann skemmtilegri heldur en þéttbýlið. Fólkið þar býr við annars konar aðstæður og þú þarft bara að leggja þig fram á svolítið annan hátt, sko. Síðan klárast þingkosningarnar, það var örugur sigur, skulum við segja Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi og reyndar bara all land. Sjálfstæðisflokkurinn kom mjög vel út úr kosningunum 2007. Já, og Suðurkjördæmi var í þessum kosningum bara í prósentu á pari við höfuðborgarsvæðiskjördæmin. Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn mynda ríkisstjórn, er svona eitthvað sem kemur upp í hugan við þær breytingar á stjórnarheimilinu? Nei, það er svo sem ekkert stórkort þetta, en hann heldur að ég held að það hafi verið einna þægilegast að vinna fjárlögin þetta árið undir þessum kringumstæðum. Það kom mér á óvart og ég held að við höfum verið með ágætt fjárlög en síðan gripu örlögin í taumana á því að niðurstaðan var ekki alveg eins góð á því samstarfi eins og maður hefði viljað og einu samstarfi var ágætt og ég hefði ekkert yfir neina kvarta í því samstarfi. En þú ert fjármálaráðherra þarna og alveg til 2009 og haustið 2008 eins og við erum búin að koma inn á áður að þá verður efnaðarsunnið, Lehman Brothers falla, íslenska bankakerfið sogast inn í þessa atburðarás og það er nú ekki rifið þetta allt upp, 3 stærstu bankarnir fara allir í þrot. Hvernig var þessi tími fyrir því sem fjármálaráðherra? Já, hann var sjálfsagt sérstakur, sko. En
og þetta markast hann svona mest af óvissu og hlutirnir, við erum komin svona mikið inn í þessa alþjóðlegu hringiðu að þeir hlutir sem eru að gerast hérna, þeir voru farnir að markast af hvað var að gerast á mörkuðunum erlendis og það var svona eiginlega fyrsta sem að maður aðtöðu þegar maður vaknaði á morgnana það var hvað hafði gerst við opnum markaða í Asíu og einkennilegt megi virðast því að það endurkastaði síðan í kringum hnöttin með sólarganginum. Þetta voru svakalega tímar. Já, þannig að þetta var það. En ég held að þegar upp staðið að þá má auðvitað gagnrýna okkur fyrir margt af því sem hafi gerst áður að hafi ekki gætt nægilega vel að þenslunni og að hafa leyft bönkunum að verða eins stórir og þeir á endanum urðu og ég held nú reyndar að vaxtastig í Seðlabankanum hafi líka haft sitt að segja í þessu jöklabréfa útgáfan. Það hefur hins vegar enginn geta sagt mér nákvæmlega hvað við hefðum átt að gera eða hvenær við hefðum átt að gera það og það lagðist að mér svo grunnur að það sem við hefðum hugsanlega þurft að gera til þess að minnka þessa þenslu og þessa aukningu alla að það hefði þurft að gerast löngu fyrr En það var ekkert að gerast í löndunum almennt í kringum okkur, þetta var nú ekki bara séríslenskt vandamál. Nei, þetta var ekki bara að gerast hérna hjá okkur. En það sem ég ætlaði síðan að koma að þá held ég að það er aðgerðir sem að við fórum í hérna þegar þetta var að ganga yfir okkur, að þær hafi allar reynst réttar og sumar þeirra hafa síðan verið teknar upp og eru núna það sem að almennt gildir eins og til dæmis það að ábyrgjast innistæður í bönkunum sem að almennar sparnað sem að ekki var áður og síðan það að taka yfir bankana eins og við gerðum og við fengum reyndar mjög góða ráðgjöf og aðstoð við það og Seðlabankinn stóð sér mjög vel í því. En það reyndist náttúrulega endanum bara mjög góður ástöðun. Já, það er óhætt að segja það. En hún er samt ekki þannig að hún gerist að sjálfu sér. Nei. Það þarf að taka hana ákvörðun og það þarf að fylgja henni eftir. Og á tímabili að þá voru menn orðnir hræddir það að við værum of sein í því að taka á þessum málum og ég held að það sé, menn sjáu það að núna að það var ekki fyrir að Bjarni Benediktsson sem fjármálaráðherra tók á þessari snjóhengju eða hvað menn kölluðu þetta á sínum tíma að úrlausnin fannst og þetta komið fleiri að þessu en svona er alltaf allega jafnan stýrt úr fjármálaráðuneytinu þannig að það kemur þá þannig út að þegar þetta er gert upp að þá kemur ríkissjóður ekkert illa út úr því en það þurfti að standa þannig að því að það færi þannig og þegar að svo kemur að því að takast á við næstu hvað maður að segja, næsta áfall að þá er ríkissjóður í góðri stöðu og við svona búin að læra því sem að gerðist í bankahruninu að jú, það er gott að skulda ekkert eða skulda lítið
en til þess að það nýtist þér þegar að markaðirnir lokast, eins og gerðist í hruninu, að þá þarftu að vera með góðan varasjóð. Og það vorum við með og það hefur hjálpað okkur í gegnum það sem að COVID-faraldurinn skellti á okkur og einhverju leyti það sem að Úkraínustríðið hefur ýtt yfir okkur líka. Kom þér á óvart, sko, ég man að það var erfitt að fá lána á þessum tíma, Færeyingar lánuð okkur og minni með ég man rétt Pólverjar. Kom þér á óvart að það reyndist erfitt? Já, ég held það verður nú að segja það, hvað fjármálamarkaðarnir gjörsamlega frusu og það að sumuleyti það ekki alveg rökrétt, en markaðirnir eiga það náttúrulega til að fara út í öfgar, alveg eins og það hvað það var auðvelt að ná í fé þá fyrir að þá kannski kom það okkur líka óvart hvað það var auðvelt og þess vegna höfðu ekki tök á því að takmarka það og vaxtamunarviðskiptin sem að því fylgdu og jöklabréfin og það allt saman og svo kemur þetta að það bara að markaðirnir frjósa og það sem maður hafi ímyndað sér ef eitthvað svona gerðist að þá voru allar bankarnir á þessum tíma allir í einkabankar og það var engin ríkisábyrgð á þeim en það voru öll matsfyrirtækin að elta okkur og búin að elta okkur í mörg ár út af fyrir sig að spyrja hvað við myndum gera ef að bankarnir stæði illa hvort við myndum þá bjarga þeim og við sögðum auðvitað aldrei neitt það því það var maður ekki að gera. Nei. En raunin var hins vegar sú að nánast allir aðrir björguðu bönkunum sínum heldur en við, þannig að við vorum í rauninni einu svona alvöru kapitalistin sem að litum en bara finna fyrir því að þeir tóku rangar ákvarðanir. Bera ábyrgð á sínu. Ja, og það var nú kannski bara vegna þess að við hefðum ekki tök á neinu öðru. En ég hafði ekki ímyndað mér að ef íslensku bankarnir lendi í þessari stöðu að þá væri allur heimurinn að lenda í þessari stöðu samtímis og að það myndi enginn vilja kaupa íslensku bankana. Þannig að svona það sem að ég hefði séð sem svona svörtustu stöðuna hefði verið svo að þeir hefði farið úr íslenskum höndum í einhverja erlendar hendur en þeir hefði bara engan áhuga á þeim. Já, þeir fangi ekki peninga heldur. Þeir voru sjálfur í vandræðum að fjármagna sig dag frá degi. Það voru eiginlega allir í þeirri sömu stöðu. Þetta er ótrúlegt að rifja þetta allt upp svona, þetta mörgum árum eftir, Jú, og það verður að segja það að það var raunverulega ein ákvörðun tekin á fundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að það var raunverulega tekin ákvörðun þar á fundi í nóvember að það ætti að endurreisa fjármálakerfið. Þetta var það erfitt ástand að það var tekin ákvörðun á sérstöku fundi. En ef við horfum bara á þinn svona feril í heild, þessi 18 ár, þetta er langur tími, það er ekkert margir sem að sitja svona lengi á þingi og alls ekki kannski núna í seinni ár. Ef þú horfir bara heilt yfir svona... Þetta þykir nú ekkert langt í fjölskyldunni hjá mér. Nei, þú... Þeir eru báðir lengur heldur en ég, bæði pabbi og tengdapabbi. Þetta er svolítið breytt að einmitt pabbiðinn og tengdapabbi sem voru báðir þingmenn og ráðherrar fyrir Sjálfstæðisflokkinn að 18 ár í dag nú, ef þú horfir yfir þennan tíma svona, hver ertu stoltastur af og hvað svona kemur helst upp í huga, hvað er það sem stendur upp úr? Já, það er tvennt sem að ég held ég myndi segja að ég sé stoltastur af í því sem
að ég gerði, en ég gerði þetta ekki einn, að það fyrst og fremst fiskveiðistjórnarkerfið. En þar eru það 3 ráðherrar sem að á 20 ára tímabili byggja upp þetta kerfi. Það eru Halldór Ásgrímsson og Þorsteinn Pálsson og ég, og það er lítið breyst síðan, og ég fór yfir á þessar hluti sem voru gerðir í minni tíð. Og ég held að þetta sé mjög gott kerfi og hafi skilað mjög miklu og góðu fyrir okkur, og eigi eftir að gera það áfram ef að því leyft að virka sem skildi og ekki farið út í einhverjar róttækar grundvallarbreytingar. Þetta hlutirnir þurfa ekki alltaf að vera alveg nákvæmlega eins og maður þurfa að aðlaga hlutina, en það eru grunnatriðin sem að skipta máli. Og ég er alveg sannfærður um það að þetta kerfi að vera með þennan sterka sjávarútveg, að það hjálpaði okkur í gegnum bankahrunið. Ef við höfum verið með veikan sjávarútveg, með veikt sjávarútvegskerfi, þá hefðum við ekki komist í gegnum þetta eins vel og við gerðum, og ég sé alveg klár því að það eru margir sem að komu laskaðir út úr þessu. Hitt sem að ég finnst skipta máli líka, að það er skattakerfið sem að við vorum með í upphafi bankahruns. Og það er bankakerfið sem er skattakerfið sem var að mestu leyti líka byggt upp af 3 ráðherrum, Friðrik Sophussyni og Geirharði og mér. Mjög einfalt og skilvirkt, fékk mjög góða einkunn í úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem gerð var í hruninu, en samt er búið að flækja það alveg ótrúlega og hækka prósentuna og jaðarskattana alveg ótrúlega. Þannig að það er nú ekki að segja að sé ekki svipur hjá Sjón, sko. Það er ekki verið svo dramatískur, en það er auðvitað ekki eins skilvirkt fyrir vikið vegna flækjustigsins og skattprósentunar, jaðarskattarnir eru orðnir svo háir að þeir eru letjandi. En þetta sýnir okkur það hvað það er auðvelt að rífa eitthvað niður og eyðileggja, en hvað það getur síðan verið erfitt að byggja það upp aftur, þrátt fyrir allan góðan vilja til þess. En náttúrulega kringumstæðurnar til þess að gera það eru þetta dálítið öðruvísi heldur en þær voru þegar að þessi kerfi 2 sem ég er að tala um voru byggð upp. Það er allt aðra pólitískar aðstæður. Ég stórefast um það að væri hægt að það væru nokkrir sem hefðu þann pólitíska styrk til þess að koma á kvótakerfi í dag á Íslandi, eins og við gerðum á þessu 20 ára tímabili sem ég var að nefna. Sem betur fyrir gerðum við það þá, segi ég nú bara. Já. Og ég held að við látum þetta verða loka orðin. Það er gott að rifja upp þetta góða skattkerfi sem þú nefndir og með svona vonum það að við fáum eitthvað svipað aftur. Kærar þakkir fyrir komuna, Árni, og fyrir þetta fróðlega spjall og upprifjun á þessum langa tíma, farsæla, stundum átakamikla, en heilt yfir samt góðum tíma í íslenskum stjórnmálum. Við höldum áfram að fá til okkar gesti í næstu þáttum og fjöllum sögu Sjálfstæðisflokksins í 95 ár. Í samtölum við fjölbreyttan hóp fólks sem hefur mótað þá sögu og leið haft áhrif á 80 ára sögu lýðveldisins. Alla þætti má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum á YouTube og heimasíðu flokksins xt.is. Fylgist með og lifið heil.